auðvitað hafa allar aðstæður breyst sko og en ég hef náð að púlla þetta ég hef búin að vera svo heppinn að fá til þess að syngja undir kringumstæðum sem ég kannski átti ekki von á eða ger ekki mikið af ég hef búin að fá að syngja í jarðarförum á virkundögum jafnvel þótt jarðarfæriðna séu í rauninni limiteraðar við 20-30 manns að þá þeim strengt líka og svo lítil prívatpartí og ammali og svona þú veist, ég hef náð að sigla. Þú ert ekki búin að vera bara fastur heima? Nei, og ég passaði mig á því að umbreyta þessu tímabil öllu bara í sköpun og er búin að vera dúllast í að gera ný lög og texta og liggja svolítið við því og það er eitthvað sem ég myndi vilja síðan gefa út árið 2021 eða bara þegar það er búið að bólusetja alla heimsbyggðina og traustið er aftur komið í magan á áhorfendum og að þeir komi og tristi sér til þess að fara inn í svona rými þar sem er sviti, allir færi sleik, hoppa á staðunum, syngja með. Þá er rétti tími fyrir mig að mæta með mitt stöf og ég veit alveg að þegar búið er að bólusetja alla, þá er eins gott að við sem syngjum og flytjum tónlist það er eins gott að við eigum smá strepsíls upp í hillu af því við erum örugglega að fara að taka 4-5 gig á viku. Já, er það ekki? Ég get lofað því, jú. En saknar þess ekki svolítið? Það var bara fínt svona frí frá stórum gigum? Að vissu leyti var allt í lagi að íta á pásutakkan hjá mér persónulega. Ég get ekki kvartað yfir því. Af því sko, þetta er búið að vera mikil vinna, en ég elska hana. Ég er ekki í einhverju love-hate relationship við vinnuna. Ég nefnilega elska þessa vinnu. Og ef eitthvað er þá elska ég þetta meira í dag, heldur en ég gerði, að því núna í dag þá veit ég þannig hvað ég er að gera. Þú er betri. Já. Og ég held mig líka forvitnum ég er stöðugt að læra eitthvað nýtt hvernig er alltaf hægt að IQ-a sjálfan sig betur í jobbinu og svona. Það hættir aldrei? Nei, það hættir aldrei. Aldrei. En líka þegar kemur að það hættir á maður ekki að gera eitthvað annað? Jú, þá ertu búið með þann kapitula í lífiðinu og þú getur fara að gera eitthvað annað? Farð á önnum mið. En núna til dæmis hafa bíón verið svona að mestuleiti kannski ekki loku í Íslandi en það er ekki komin eitt nýtt. Nei. Áður en að COVID skall á, varstu duglegur að fara í bíó? Ég hef ekki verið nógu duglegur að fara í bíó, myndi ég segja síðustu 10 árin. Bara upptekinn eða? Nei, málið er að bara bíó hefur gjörbreyst og nú er ég 50 ára, eins og fræktur orðið og ég hef ekki þörf á að láta segja mér sömu söguna 10 sinnum. Ég hef enga þörf á því að sjá Spider-Man 10. Þannig að allt Marvel-dótið, DC-dótið og allt þetta, ég er búin að láta það slæta mjög fallega fram hjá mér. Þú er engan áhuga á þessu? Ég fílaði Christopher Reeve í Superman 1979 sko og ég dýrkaði það stöf en það er eins og það sé svona ákveðin hvað er það? Polarisering í bara bíóbransanum sko núna. Ég er á því að þegar Sopranos byrjuði í sjónvarpinu, var það ekki 1999, þar var nýr tótslegin og á svipuðum tíma er internetið að verða internetið. Við fórum að læra inn á það og smá saman það voru margir ljótir árekstrar til að byrja með, en þetta var bara ég meina internetið er örugglega merkilegasta tæknibylting sem mannkynið fer í gegnum eiginlega síðan bíllinn var fundin upp. Sammálaður. Og þegar bíllinn, þegar eitthvað dót á 4 hjólum mætur út á götur þar sem við vorum vön að vera á hestvögnum, þú veist, að, úr því miður urðu mörg ljót umferðarslys, svona til að byrja með, og við urðum að búa til umferðarreglur, og götuljós, bara rautt, gult, grænt og svo framvegis. Og ég held við séum á þeim stað með interneti núna
að við erum smán saman að búa til rautt, gult, grænt ljósin, við erum að fatta á hverju við erum að passa okkur. Ég núna, ég fekk síntal frá rannsóknarlögreglunum daginn vegna þess að Facebookið mitt og Instagramið mitt var hackað af einhverjum svindlurum. Já, ég sá það. Já, sem faraði inn og það sem er creepy við þetta er að þessir svindlpóstar sem öllum mínum fylgjendum eru sendi, allir mínum fylgjendur fá sama messenger dótið sendt til sín. Eins og þetta sé frá þér. Já, og eina leiðin til þess að fatta þetta sé ekki ég er að stundum er íslenskan svolítið skrítin. Já. Þú veist, en íslenskan er að verða betri í þessum póstum. Þetta er vandaðara. Já. Þannig að ég veit ekki hvort þessi svindlarar komi frá Rússlandi, Kína, Singapúr, Svíþjóð. Það er engu líkara en þeir séu með einhvern Íslending í vinnu fyrir sig. Einhvern Íslending sem er vel að máli farin, sem fer bara yfir textana. Eina leiðin til að sjá að þetta var svindl, þessi póstur sem að átt að hafa verið sendur frá mér er að hann endaði á orðunum Guð blessi þig. Það er slag íslenska að segja Guð blessi þig við ókurrent fólk, skilur við? Guð blessi þig. Já. En rannsóknarlögreglan tekur hart á þessu vegna þess að þeir telja að bara á síðasta ári hafi Íslendingar globrað úr höndunum á sér 1,5 milljarði króna sem þeir munu aldrei sjá framar og ef síðurnar eða ef þetta er rakið ég veit ekki, til Rússlands að þá getur við gleymt í að Rússar fara að vinna með norsku lögreglunni út af einhverju fyrirspurn frá íslensku lögreglunni getur gleymt í. Og glata fjö. Já, þannig að við erum ennþá að læra umferðarreglurnar á netinu og við erum ennþá að reka okkur á veggi og smán saman og ég meina, svo má vel vera að næsta kynslóð núna á eftir okkur og þar á eftir þeim má vel vera að þau afneiti internetinu. Fokk samfélagsmiðlar, djöfusins frat og piss og plat er þetta og þú veist þetta lúkar eins og mannleg samskipti en það er ekkert mannlegt við þetta. Þetta er ekki mannleg samskipti. Nei, þetta er skrítið. Þú veist, ég og þú núna erum í mannlegum samskiptum. Ég sé á þér andlitið, ég sé þið kinga kolli, þú veist, og ég pikka upp frá þau stemningu sem ég get ekki séð í gegnum eitthvað Facebook Messenger dót, sko. Og þú getur verið hver sem er þar. Já. Það er alveg málið. Þetta var út og úr, en semst, Sopranos byrjaði þarna 1999. Ég ætla að spyrja, ok, þeir byrjaði 1999. Netið á svipuðum tíma. Hvað ár hefur það á bíómyndir? Allt í einu, er komin sjónvarpsþáttur sem var glamorous. Sjónvarpsþættir, sjónvarpsþættir voru kannski Dallas og Dynasty, í 80s. Já. Mjög sápu, mikil fróða, og sápa. Algjörlega. En allt í einu koma Sopranos með karakter, uppbyggingu sem tekur langan tíma að presentera fullt af hlutverkum öll jafn djúsi, allir karakterarnir með sína bresti og ekki nóg með það, þú tengir við suma brestina og ekki nóg með það, þú hefur ekkert að móti því að vera bara Tony Soprano þú myndir elska, viðurkennda bara það er eitthvað við hann og þarna var allt í einu gling markaður fullorðið fólk sem kemur heim til sín eftir langan vinnudag og það er búið að elda matinn og koma krökkunum í rúmi og það allt saman. Fullorðið fólk er ekki á leiðinu upp í Kringlu í bíó að horfa á hvað? Spider-Man 10? Nei. Fullorðið fólk situr í sófanum heima á sér og er alveg til í að horfa á eitthvað sem tekur 10 klukkutíma binge áhorf að gera. Að því fullorðið fólk er svoleiðis, að meðan kannski, ég veit ekki, unglingar eru kannski óþolinmóðari. Þegar þú segir fullorðið fólk, ertu að tala 50 plus eða 25 plus? Mér segja 25 plus, segja það. Það var það nákvæmlega fullorðin. 25 plus. Og þannig að þarna var ákveðin tón slegin með Sopranos. Svo kemur Breaking Bad og svo bara þessi hálskefla af flottu glam sjónvarsetni þar sem er bara valin maður í hverju rúmi og sumir sjónvarsetnir lúkka betur en bíómyndir og taktu þetta einu.
þegar ég var yngri á 80s tímabilinu og maður fór í bíó til þess að horfa á svona edgy bíómyndir pínu arty kannski pínu skeri og svolítið blóðugar sko við krakkarnir fórum í bíó ég minna þá ég 16 ára, ég ekki 25 við fórum í bíó og sáum Betty Blue það sem eitthvað franskt fólk að ríða bara í fyrstu senunni í bíómynd Ég þekki ekki svo vel og Betty Blue var aðalhittarinn svo kemur Blue Velvet David Lynch og þessi ógeðslegi sjúki karakter sem Dennis Hooper leikur þar Ég þekki Frank Booth maður það ekki eitthvað svoleiðis jú, það ekki eitthvað svoleiðis og svo og við förum í bíó að horfa á Scarface með Al Pacino og Brian De Palma að leikstýra og þessi myndir 3 klukkutímar sko að lengd ég get lofað því að ef að Blue Velvet, Betty Blue og Scarface væri gert í dag þetta væru sjónvarseríur Þú vilt meina það? Já Superman bara tók yfir kringluna og að því unglingar hanga í kringlum til að hitta hvort annað, sína sig og sjá hvort annað að þá bíó bara einfallega búið að þróast þangað svo aftur á móti, líka eitthvað sem getum kallað art cinema sem lifir enn góðu lífi og en það kannski verið að segja sögu sem kannski tekur bara 2 tíma að segja og þá kannski notaru art cinema, art aðferðina til að kannski segja hana ákveðin hátt En saknar þess ekkit að fá svona, eins og tala svona artmyndir og svona þannig oftast meira low budget af því mér finnst vant í dag eitthvað svona milliveg, þetta þarf ekkit að vera Avengers sem kostar 200 milljónir eða eitthvað artimynd sem kostar $1 million hvað þessi mynd sem kostar 20 milljónir, 30 milljónir? Sko, ég var nefnt að hugsa þetta saman daginn að ein uppáhalds bíómyndi mín í heiminum bíómyndi sem breytir lífi mínu Pink Flamingos eftir John Waters og hann klambrar þessari mynd saman á 1972 af algjörum vanefnum hann fær 16 mm filmuspólur gefins frá einhverjum sjónvarpsstöðvum sem voru hættar að nota þeir og svona hann vissi ekkert kvikmyndatöku eða hljóðvinnslu eða neitt hann kunni bara skrifa handrit var með skýra vision í hausnum með alla vini sína í Baltimore bara bestu vinir hans og þau voru bara skrýtnu krakkarnir í hverfinu Outcasts Pink Flamingos besta dæmið punk bíó sem gert 1972 og í leiðinni art bíó ruggar bátnum og hristir upp í þér og fólk fríkaði út og gerir það þetta í dag að því Pink Flamingos virkilega potar í þig og reynir á Hvað svo mynd? Ég hef ekki séð hana Ok, í stuttamálið, þetta bíómyndin þar sem Divine dragdrottningin Divine étur hundaskít okay? Bókstaflega fucking bókstaflega, það ekki klift og hún actually, hundurinn kúkar on camera Divine fiskar upp kúkin stingur hann upp í sig, tyggur hann og brosir og rekur tungun út og með svona kúkabrúna tungu Býtu, en myndin lítur eitthvað Þetta lokaatrið í myndinni Myndin? Lokaatrið? Já, haltu þið fast Myndin sem sagt þetta steypa? Nei, mér finnst það ekki Myndin algjört pakk sem eru líka outcasts en þau eru í brjálæðri keppni það mega competition sko í einu liðinu Divine sem býr í hjólhýsi eitthvað stór út í skógi sko af því að hún á flótt undan löggunni af því hún eftirlýst fyrir alls konar smáglæpi og svona drast en þar býr hún sem sagt með móður sinni sem þroskaheft og hún geymd í svona barna öryggisgrind og hún étur ekkert nema egg allan daginn hún býr hana líka með syni sínum og einni vinkonu sinni í hinu liðinu eru The Marbles sem eru mjög
rotin og spilt perverta hjón sem reka ákveðin business. Þau sem sagt stela stúlkum og ungum konum, barna þær, geyma konundar í kjallarana hjá sér, barna þær og selja síðan börnin til lesbískra kvenna og nota síðan peningana til þess að fjármagna dóp hringi. Það allt í þessari mynd. Allt. The Marbles og Divine hata hvort annað. Af því þau eru í keppninni að vera ógeðslegasta fólk í heimi. The filthiest people alive. Er það bókstafur við keppni hjá þeim eða? Já, literal. Ok. Þau hata hvort annað, þau bara fylgjast með hvort öðru í svona fjölmiðlum, sko. Og þau hittast aldrei nema bara undir lokin á myndinni í sko loka uppgjörunu. PS, Divine vinnur keppnina ógeðslegasta manneskja í heimi. Og er þetta skemmtileg mynd? Hún brilliant. Hún hljómar áhugaverð. Hún brilliant. Þetta John Waters comic genius. Og hann, mér finnst hann vera með puttan á púlsunum, hvað varðar okkur, neysluhyggjuna, lífsgæða kapplaupið, þú veist, þetta rat race, keppnina að vera flottar en þú veist, nágranninn, skilur ef að nágranninn minn fær sér þú veist, svona körfuboltanet á bílskonu hjá sér, þá var ég að fá það sama. Og en John Waters gerir sér leik úr þessu, þú veist, hvað fólk fer í keppnina The Filthiest Person Alive. Og þetta 72, sagður? 72. Þá hann enginn að gera svona myndir þá? Nei, jú. John Waters var svona kóngur í ríki sínu og hann opnar þarna með þessum bíómyndir sem hann gerir, það Pink Flamingo 72, Female Trouble kom 74, svo kemur Polyester sem var með lyktarspjöldunum, þar sem þurftur að ef það kom ákveðið númer upp á skjánum og ef að Divine var að lykta kannski af rósum, þá áttur að klóra sem sagt lyktaspjaldið á sama númeri og þá kom það rósalykt. Nei. Já, í næsta atriði þá kannski rekur ykkur við eða einhver fær ræpu og þá átt að Þetta var svaka upplifun. Já, bara mynd með lyktar, mynd með ilm. John Waters var allir í þessu og seinna gera hann með Desperate Living, svo Hairspray 88 og Hairspray rauninni fyrsta myndi sem að gera sem að nær svona almanna hilli og seinna gera hann söngleik upp úr Hairspray. Hann hefur skrifað gríðarlega mikið á bókum, hann líka stand-up og hann lifir bara mjög góðu lífi en þetta í dag á þessu. Hann var núna bara daginn háaldraður maðurinn, hann var að gefa listasafnin í Baltimore, þar sem hann fæddur og uppalinn og hann hefur gert allar sínar bíómyndir bara í Baltimore, hann hefur aldrei farið til Hollywood. Hann gaf þessu listasafni bara eitthvað ómetanlegt listaverkasafn sem hann hefur sankað að sér í gegnum tíðina og listasafni spurði hvað gætu þau gert fyrir hann í staðinn, þú veist, hann bara kóngur Baltimore, sko. Og hann sagði, ég vil að klósettin hér á þessu listasafni verði nefnd í höfuðið á mér. Þau heldur fyrst að hann væri að grínast. Hann var ekki að grínast. En er það svona smá klikkaður? Hann grínisti, come on. Og hann elskar bara að hrist upp í hausnum á þér og gefa þér eitthvað annarkvort alternative universe eða eitthvað parallel universe sem þú kannski býrði ekki einu svona í. Hann leyfir þér að hitta fólk sem þú kannski fari aldrei að hitta í lífinu og hann leyfir þér að sjá þetta fólk í bíó. Finnst þér að listamenn, þú segir að hann vilja hrista upp í hlutum, finnst þér að listamenn, alveg svona hvaða listur eru að stunda í rauninni, finnst þér að megi gera hvað sem er? Gerðu hvað sem er, en vá hvað þú þarft að taka ábyrgð á því líka. Ok. Og
Finnst þér rétt að klippa til dæmis, ef John Waters gerir mynd, finnst þér rétt að klippa henni aðrið sem þykja ekki við hæfi? Ef ykkur annar, þú veist, utanakomandi aðilegi mætið með skærin og klippir burt atriði úr þínu listaverki, þá er það ritskoðun. Sammála. Já, punktur. Og ég er á móti ritskoðun. Veistu, ein uppáhalds bíómyndi mín í heiminum, ein besta bíómynd sem ég hef séð, topp 10 í lífinu, er Cannibal Holocaust. Sú mynd gerði allt brjálað, bæði þegar hún kom út og seinna þegar hún kom á vídeo. Og það var eins og Vaffa-vídeó væri, þú veist, enn eitt umferðarslysið, sko, en ein tæknibyltingin sem hristi svona rosalega upp í okkur. Vegna þess að allt í einu var komin einhver Vaffa-vídeó, kassett eða svona stungið bara í eitthvað apparat og ítt að play, og allt í einu varst þú orðin þinn eigin dagskrárstjóri. Þú þurftir ekki að fara í bíó, þú veist, klukkan 5, 7, 9 eða 11 að horfa á eitthvað krapp sem að, þú veist, kvikmyndahús eigandinn var búin að gera eitthvað samning bla. Allt í einu flæddi yfir okkur fullt af Vaffa-vídeóspólum með stöffi sem við höfum aldrei séð og vissum ekki væri eins og til. Einhverjar ítalskar gór splattemyndir, eitthvað létt, blátt, ljóst, Russ Meyer-dót og jafnvel hardcore klám, stöf sem þú fékkst aldrei að sjá á sjónvarpinu og var aldrei sýnt í bíó. Allt í hennu bara opnuðust augu okkar allra, þú veist, Vaffa-vers kynslóðurina, sko. Vá, það er til fullt af bíói sem við vissum ekki að vera til. Og þannig að Cannibal Holocaust var ein af þessum frægu Vaffa-vers vídeóspólum sem voru settar á bannlista víðum heim. Vegna þess að, og ég er ekki hissa, þú veist, fólk trilltist yfir því að sjá þessa, þú veist, gegnum rispuðu vídeóspólu og þú sást ekki betur en það væri verið að limlesta fólk, nauðga fólki, skera það í búta og éta það. Þetta lúkkaði meira segja verr á Vaffa-vers. Þetta lélum gæðum. Já. Málið er að þetta var allt í plati Rassagati og leikstjórinn ítalski Ruggero Deodato, hann var byrjaður að gera svona mannætumyndir cirka 1974 og þarna toppaði hann einfallega sjálfan sig með Cannibal Holocaust. Málið er þetta er góð mynd. Þér finnst það? Já, hún er góð vegna þess að þetta er mynd 4 amerísk ungmenni sem stunda það að þvælast heiminn með kvikmyndavélar og þau stunda það að búa til fake news. Þau fara inn í kannski inn í einhverja frumskóga, einhver lítil smáþorp inn í frumskógum og fabrikera, þú veist, alls svona hluti sem eiga að vera þær í gangi en það bara ekki neitt. Og þegar myndin byrjar, hún byrjar í New York og það hafa fundist svona jarðneskar leifar þessara ungmenna finnast í einhverju frumskógi og það er búið að búa til svona skúltúr úr þeim. Jú, þetta eru fötin þeirra, þetta eru væntanlega hauskúpunar af þeim, það er bara búið til listaverk úr þessu og þarna liggja einhverjar kvikmyndaspólur, þú veist, á jörðinu líka við hliðina. Og þetta lið sem að finnur jarðnesku leifarnar, tekur þetta alls saman aftur heim til New York, framkallar filmurnar og svo er þeim rúllað í gegn. Snilldin við þessa mynd er að fyrri partur myndarinnar er nefnilega alveg sóber. Það er að segja, Ruggero Deodato kýs að halda kvikmyndavélinni kjurri, fallegar landslagsmyndir, fallegar myndir úr frumskóginu, sko. Og þetta lítur út fyrir að vera mjög svona fallega gerð mynd á yfirborðinu, já. Svo byrjar seinni helmingurinn á myndinni, þar sem við fara að rúlla í gegn filmunum. Þær eru teknar handheld. Þær eru grainy. Þetta er fyrsta found footage bíómyndin. Og þar kemur í ljós að þau létu vélina rúlla allan tíman
að krakkaskrattarnir eru að búa til einhverja sögu það að það sé til mannætur, þú veist, ennþá í þessum frumskói, í þessu héraði, í þessu en máli að þau búið allt saman til sjálf. Það eru þau sem ráðast á þorpið, það eru þau sem ráðast á fólki sem býr þarna, þau kveikja í húsunum þeirra, þú veist, og fólk hleypur út úr brennandi húsum, sko, og vilja meina að þetta sé bara eitthvað, þú veist, stríð, einhver átök svona þeir ættbálkan á milli og það eru þau sem drepa dýr og nauðga fólki og jafnvel drepa fólk. Ég þarf að sjá hann aftur, ég sá hann bara hjá rúlingur. Já. Það eru síðan frumbyggjarnir sjálfur sem ákveða að svara tilbaka og það eru frumbyggjarnir sem segja, heyrðu, fyrirgjöf, ef að þið ætla að fara að mæta hingað inn í okkar samfélag með þessa stæla og þennan yfirgang og þessa frekju, veistu, okkur langar mest til þess að taka þessar kvikmyndavélar af ykkur, okkur langar að halda á myndavélunum, okkur langar að taka myndir af ykkur. Þegar við gerum það sama við ykkur. Og þau filma það allt. Ertu hissa á því að fólk hafi trillst við að horfa á þetta á Vaffhás, að því hún núna á ég sem mynd á Blu-ray, þú veist, og þú sérð alveg á Blu-rayinum, þú veist, hvað effektarnir í rauninni, þú veist, þriðja flokks. En það sem óafsakanlegt, að því þú spurðir, þú veist, mega listamenn gera hvað sem og ég segi já, en þá þú að taka ábyrgð á því. Ruggero Deodato gerir eitt í þessari mynd sem óafsakanlegt. Hann drepur dýr bara, þú veist, upp á effektin. Hann drepur hann lætur unglingarna drepa 100 ára gamla skjaldböku. Já, ég man því. Þú veist. Og þetta er fyrirlitlegt. Hann hefði alveg getað sagt sama hlutin á alveg powerful hátt en hann hefði alveg getað sleppt sér skjaldböku, sko. Já, að hann gerði í alvörinu það ekki? Já. Já, ég var búin að heyra það nefnilega. En hann einhvern veginn ákveður að gera skjaldbökuna í alvöru þannig að það renni á þau 2 grímur, sko, þegar kemur að mannfólkinu. Einmitt. Það þarf. Já. Og veistu, vesennið sá effekt svínvirkar. Það er alveg málið. Þú ert alveg fokkt. Hann er að plata þig. Já. En ég er náttúrulega ekki að tala auðvitað er ekki gott að drepa dýr. Ég er ekki til í það. Þegar ég segi listamenn, þá er ég að tala ef þetta er fake, skilur. Mig er ekki að gera hvað sem er. If you have a point. En eins og Hostel. Hvað finnst þú svoleiðismyndir? Sko, ég meika ekki torture porn, nefnilega. Finnst það tilgangslaust, eða? Ég bara meika ekki tilhugsunina að einhver manneskja sé hlekkjuð og bundin, þú veist, niður einhvern stól og svo eitthvað byrjaði að dúllast í henni. Með einhverjum tækjum og tólum. Ég meika þetta ekki og ég slekk strax. Ég geti þetta ekki. Já, ég skilji því. Á sama tíma þá get ég ekki sagt annað en að Hostel sé góð bíómynd. Já, finnst þið það? Já. Ok. Þetta er gott commentary á human trafficking. Hún gerist í Austur-Evrópu og er bara það að það er fólk að núti sem er til að borga góðan pening fyrir að vera einn í herbyggi með einhverju mannesku og fá að gera hvað sem er við hana. Sem er ógeðslegt. Þetta er að gerast á hverju minnsta degi. Everywhere. Farð á Pornhub. Þetta er nóga svoleiðis vídeóðum þar. Því miður. Já. Önnur mynd sem er líka, sem ég finnst standast tímans tönn, því að það er bara svo mikið prophecy í henni, er Videodrome eftir David Cronenberg. Líka, eina bestu bíómyndir sem ég séð. Ég elska horror og sci-fi, en sci-fi finnst mér vera best þegar annarkvort rithöfundurinn sem skrifaði bókina eða leikstjórinn sem gerði bíómyndina hefur bara einhverja spádómsgáfu, þú veist, og David Cronenberg er bara eins og spákona með rauðan klút á haustum í Videodrome að spá fyrir internetið, samfélagsmiðlana, klámið á Pornhub, bara ein kamera á þrífæti og svo er einhverja 2 manneskjur í herbyggi jafnvel að beita hvort annað ofbeldi. Hvað ár er hún aftur?
82 held ég að Videodrome hafi komið. Hann var svolítið undan sinni samtíð. Langt. En Videodrome líka mega vera spoilerar. Ég er búin að spoilera fullt. Ég er búin að spoilera hérna Pink Flamingos og Cannibal Holocaust. Þetta er svo gamla myndir. Bara spoiler alert á þetta allt saman. Ok, Videodrome. Spoilers. James Woods leikur gaur sem að reka sjónvarpsstöð sem sérhæfir sig í svona sleazy, edgy sjónvarpsefni. Kapal sjónvarpsstöð og ég meina þeir verða einhvern veginn að stikka út svo einhvern veginn að kaupa sér áskrift og honum sagt af einhverjum underground sjónvarpsþætti sem heitir Videodrome. Það gerist ekki neitt, það er bara ein kamera, 3 fótur, 1 herbergi og svo bara einhver manneskja dregin inn, allsber og það er bara relentless. Ofbeldi, nauðganir og svo endur þetta því að manneskjan er dripin og hún hverfur sporlaust. Og snöff. Já, þetta er snöff sjónvarpsþáttur. James Wood verður voða forvitin, hittir gaurinn sem að segist vera með eitthvað gerfinhött sem getur numið sendingarna sko og leifir James Woods aðeins að kíkja á skjáin og horfa á. James Woods segir, fuck, heyrðu, we have a deal. Hann byrjar að sjónvarpa Videodrome. Spoiler. Ef þú horfir á Videodrome sjónvarpsþáttinn, þá plantar sjónvarpsþátturinn ákveðnum, hvað getur við sagt? Hann byrjar að mynda æxli í heilanum á þér og æxlið vex og dafnar og verður til þess að þú ferð fyrst að sjá ofsjónir. Þú heldur að setja fantasera, þú hættir bráðum að gera greinarmun á raunveruleika og fantasíu. Fantasíuna verða síðan alltaf ýktari og ýktari og að lokum er maðurinn heltekinn af Videodrome. Bæði andlega og líkamlega. Pornhub. Ég skil. Góð tenging. Yes. Var það fíkill í það? Þannig að ég, þarna fíla ég sci-fi. Þegar það bara, hreinlega hefur rétt fyrir sér. Auðvitað er ég líka á fullu að spasla upp í, þú veist, ég er að túlka á fullu, þú veist, en ég má það, ég er bara filmfan þú veist, og ég nálgast bíómyndir og listir á minn hátt, þú veist. Algjörlega. Þú færð bara út úr bíómyndir það sem þú setur í þær, það sem þú leggur í þær. Þú horfir kannski á sömu myndina með 20 ára millibili og þú upplifir hann allt öðru sér því þú ert annar maður. Já, algjörlega. Hvert einasta rauða blóðkorn í þér er búið að endurnýja sig ansi oft á þeim tíma. Þannig að ég sko já, ég er svolítið mikið þarna og ég get tekið svona stóru viðburði í mannkynssögunni eins og COVID og verandi nörd leið og COVID fór í gang í mars, þegar við þurftum að vera heima hjá okkur í mars strax þá byrjaði ég að hugsa með þetta er bara alveg eins og blanda af Night of the Living Dead og The Day the Earth Stood Still ég er búin að sjá þetta alls saman þú veist, jörðin er kjur við erum neitt til þess að stoppa bara stopp, við erum með skilaboð stopp The Day the Earth Stood Still spoiler, gameskip sem lendir í Washington fyrir fram Hvítahúsið og hver eru fyrstu viðbrögð mannkynsins allt vitlust, herinn kemur með byssurnar og vopnin og byrjar að skjóta gameskipið hvað gerist þá? Það kemur út gameskipinu ein geimvera sem lítur út eins og kall sem lítur út eins og Hollywood-leikari auðvitað og vélmenni sem er 2,50 á hæð og geimveran, kallinn segir please, hætti að skjóta við erum we have a message to you við verðum að fá að tala við alla þjóðarleiðtoga alheims, vil ég gjöra svona safnaði saman á hann blett fyrir frá Hvítahúsið að því að við erum með skilaboð hverju svarar herinn skýtur bara enn meir og þá bara segir geimveran, heyrðu fyrir ekki nú þarf vélmennið mitt að sýna bara ykkur hvað í því býr fyrst bræðir vélmennið öll vopnin þannig að mannkynið hefur engin vopn
allt bráðnað. Þannig að vopn mannsins eru valdlaus og marklaus. Síðan segir geimveran, núna þarf, úr því þið hlustið ekki og þið eruð ekki að fara að safna saman öllum þjóðarleiðtogunum, þá verður við að sýna hvað í okkur býr. Við neyðumst til þess að slökkva á heiminum. Við verðum að láta ykkur hlusta, einhvern veginn. Og núna ætla vélmennið að slökkva á heiminum og við kveikjum aftur á honum þegar þið eru búin að hringja þjóðarleiðtogana. 1, 2 og það slokknar öllu. Meiri segja í miður lofti, þú veist, flugvélar sem eru í loftinu, hrapa, brjáluð fyrir að slýsa á götum úti, fólk lokast inn í liftum, þú veist, alls konar litlar örsögur sem koma út úr þessu, sko, og það er fylgst með hverjum einum karakter, hvernig hann díla við það að jörðin sé kjur, og á endanum þá gefst mannkynið upp og segir, ok, við föttum, þjóðarleiðtogarnir eru á leiðinni. Svo enda myndin á því að þjóðarleiðtogarnir eru mættir og geimveran heldur ræðu. Og geimveran segir, jæja, þið þarna, mannkyn, nú eru þið á mjög góðri og örugri leið að rústa plánetunni og mannkynnum leið. Okkur er sirka bát skítsama hvort þið rústið ykkur. Plánetan á eftir að lifa ykkur af. En málið er að þegar þið eru að fikta með svona stöf eins og kjarnorkusprengjur og eru fann að búið til vopn úr þessu, þá hefur það nefnilega áhrif á okkur hin líka sem búum í sama sólkerfi og þið. Stælarnir í ykkur hafa áhrif á okkur. Þess vegna verðum við að grípa inn í. Please, hætta núna. Þið þurfum að fara að byggja upp allt eitthvað líf á einhverjum öðrum gildum og namaste. Aðeins og búnu, þá förum við. Við erum hérna og fylgjast með okkur. Svona endar the day the earth stood still. Er þetta ekki 70 ára mynd eða eitthvað? Orginallin er gerður 1956, held ég. 50s, svona atombombu stressmynd. Og hugsaðu þessa mynd var góð skall á og Night of the Living Dead. The day the earth stood still, come on. Algjörlega, ég skil það alveg. En okkur er Night of the Living Dead? Vegna þess að Night of the Living Dead er líka ákveðið outbreak. Þetta er fyrsta zombie outbreak myndin. Zombie myndir fyrir 1968 áður en George Romero kemur með The Zombie Walk og Brains og við þurfum að éta human flesh. Fyrir þann tíma voru zombies meira eins og þú veist, þjónar eða þrælar. Það var meira tengt við voodoo og svartagaldur, sko. Já, þannig. Já. Og það er hundgömmul mynd, held ég, frá 1932 með Bela Lugosi sem heitir White Zombie og það er Bela Lugosi bara vondi kallinn sem á heilan her af zombies sem vinna bara fyrir hann, skilur en éta engan, þú veist, og ger ekkert ljótt. En í Night of the Living Dead er semst zombie outbreak og fólk lokar sig inn í húsi, eitthvað stöður upp í sveit og það þarf bara að berjast fyrir lífi sínu. Og það byrjar á því að negla fyrir gluggana og þarna er margur sauðurinn saman komin. Þú veist, þarna er blökkumaður í aðalhlutverki. Bara sem þótti óhugsandi 1968. Ég veit. En niður í kjallara er frekur hvítur kall ásamt konu sinni og 10 ára gamalli dóttur og þau eru búin að vera að fela sig í kjallaranum, það kemur ekki ljós fyrir en seinna í myndinni og þessi hvíti kall er bara Trump og frekjan og yfirgangurinn í honum og stælarnir í honum verða til þess verður valdur að dauða allra hinna sem eru að reyna að bregðast rétt við. Já. Trump. Og að því þeim tekst að selja líka, þú veist, ákveðnum fólki í húsuna, þetta sé rétta leiðin, þurfum engar heldur skrímun eitt, þú veist. Má svo getur stundum hleyja þessu smá.
Það er eins gott. Shit. En ef þú talar um Romero, ég verð að spyrja þig, Mm. hver er uppáhaldsmyndin þín, svona, sem hann hefur gert? Hans. Já. Ég get ekki gert á milli Night of the Living Dead og Dawn of the Dead. Ég stend mig að því, þú veist, að vera í ég stend mig að því að vera stundum í Kringlunni eða Smáralind og ég svona humma með sjálfum mér þemuna úr Dawn of the Dead. Af því hún gerir svolítið í versluna miðstu. Yes. Og again, Dawn of the Dead er ofsalega flott og fallegt social commentary á okkur, þú veist, heilalaus í Kringlunni, þú veist, materialismin, neysluhyggjan og og þú veist, við erum hérna bara í einhverju hugsunleysa að láta selja okkur einhverja skó og drastl og drull. Bara eitthvað zombjar. Já, við látum okkur er selt það að við verðum að kaupa okkur hluti sem við höfum ekkert efni á og sem við þurfum ekki á að halda til að ganga í augun á okkur fólki sem er síðan skítdrullu sama. Neysluhyggja, rattreis, efnishyggja, materialismi. Er rugl. Þetta er það, já. En hvernig þetta er endinginni, sástu hana? Ég sá hana og já, ég svona kinkaði kolli og sagði, já, flott upphafsatriðið með litlu stelpunni, já. Bara svona góð tilraun. Já, gaman að því. En, sko, ég er ekki maður endurgerða. Men ég ætla að spyrja þú það. Nei, og því miður er búið að endurgera næstu í allar uppáhalds hryllingsmynda mína sem ég sá á Vafos. Já. Það er búið að endurgera þær allar, þú veist, líka Toolbox Murders sem var cheap drive-in drullbíómynd. Sko. Ég held ég að þessi endurgeruna. Já, þú veist, þannig að guys, come on, eru engar hugmyndir til í heiminum, punktur. Og þetta er einn ástæðan fyrir því að ég fjaraði út úr bíónu. Já. Þú veist, að ég hætti að fara í Kringluna að söngla Dawn of the Dead. En finnst það ekki leiðilegt? Þó þú sést komið góða sjónastætti. Mér finnst það bagalegt, Já. En skapandi stöfið, góðu hugmyndunar, þær eru konar í sjónvarpið. Horfirðu mikið á sjónastætti? Núna, já. Ég er loksins að drulla mér í gegnum Netflix og það. Ég er reyndar aldrei hort á Game of Thrones. Ok. Og líka, glæpur dagsins. Ég hef aldrei hort á neitt Star Trek í lífunum. Það er ekki glæpur. Ég þorið ekki að þetta er svo stórt og yfirgripsmikið að ég er búin að ákveða það, þegar ég enda á grund og get ekki hreyft mig og hef ekkert annað að gera, þá skal ég byrja á Star Trek. Allar að fara í gegnum alla seríunar og alla myndirnar. Allt draslið. Ég er örugglega að gera það. Ég veit hvað ég er að fara að gera þegar ég verð 85-90. Ég reyndar vona að ég verði nógu heilsuhraustur og eða allan að ég vona að ég fari ekki að gangi gegnum alvarlega heilsubresti. Ég ætla að vona að ég geti verið 80 ára en þá tróð upp. Bara eins og Raggi Bjarna. Já, þú hugsað þannig? Og Mae West, já. Ég meina, ég þekkti Ragga Bjarna og fylgdist með honum og sá til hans bara hvað energið í honum var gott. Já. Alveg undir það síðasta. Og ég sé sjálf á mig svolítið í anda 80 ára gamlan að mæta í einhver partí bara í einhverjum heimahúsum og syngja, taka nokkra létta slagara eins og Raggi Bjarna og hafa ógeðslega gaman að því. En svo kannski eftir það, þú tónar kannski aðeins eldri, þá ætlar að horfa allt Star Trek. Já, ég er að horfa á Star Trek þegar ég kem heim úr vinnunni, en ég vona að ég drepist bara on stage. Ég ætla að vona að ég drepist á sviðinu. Og er það góður döndagi? Ó, já. Já, ég er alveg til í það. Gera það sem þú elskar? Já. En ég var næst að spyrja að þú talast um sjónvarp. Að það er búið að breyta svo þetta Sopranos kom út. Ég man eftir þessari breytingu. Að ég er aðeins yngri þú, ég er 83. Að þegar þetta kom út, ég var bara, vá, hvað, þetta er geggja stöf. Og eftir það, eins og segi, Breaking Bad, Six Feet Under, sástu þá? Já, ég byrjaði á því og náði ekki að klára. Varst ekki hrifin eða kom bara eitthvað? Ég bara náði ekki að klára. Ég feitaði út. Já. Wire, sástu þá? Já, líka, ég byrjaði og feitaði út. Það er fullt sem ég á eftir. Fullt. Ég er núna, þú veist, ég var að klára Ratchet og ég er núna að byrja að horfa á The Crown.
af því allir eru að tala um það, bara allir og amma þeirra líka Já. og ég er hálnaður núna með Queen's Gambit djöfull er þetta gott og skemmtilegt stöf og ég er að fá sama kikk út úr öllu þessu sem ég var að telja upp bara eins og kikkið sem að maður fekk út úr Betty Blue Velvet Scarface þú veist, í Kanada Þið finnst þú að fá það sama út úr þessu? Já, þú veist juicy karakterar pottþétt handrit þú veist, hvert einasta litla smáatriði allt gengur upp þú veist, og hérna og áhugaverðir juicy karakterar þú veist, Queen's Gambit er stelpu sem er skák, snillingur hún er fædd svona annarkvort er hún með eitthvað gjöf eða þá að þessar litlu grænu pillur sem hún tekur alltaf kannski æsa upp gjöfina, ég veit það ekki ennþá, ég áttur að klára þetta en hún er sem sagt dópisti í rauninni, já og hérna juicy karakter með twist þú veist En finnst þér eins með sjónvastætta þegar þú getur gert sko svona ongoing series, það sem er margar seríur eða míniseríu, finnst þetta stundum ekki að það er svolítið teikt? Sko, Queen's Gambit er míniseríu, eða ekki? Jú, ég held að það sé míniseríu. Jú, hún er merkt limited, já. Þannig að ég hef alveg von á því að þessi blessaða stúlka eftir að deyja í lokin. það gefur færi á því. En svo sástu Dexter? Já. Þú veist, og hérna og líka, sko, og ég meina Lost ógeðslega gott konsept geðvögt djúsi hugmynd býttu hvað ætlar að gera síðan enginn hafði hugmynd það enginn á settinu hafði hugmynd býttu hvað ætlar að gera þetta heyrðu fyrir ekki, ef þú ert ljóðskáld skilurðu, og ætlar að fara að semja flókið ljóð með engu rými og hérna, fullt af myndmáli og ætlar að fara að búa til ljóð og sem að lúkka eins og gáta heyrðu, viltu gjöra svo vel að vita svarið við gátunni fyrst sjálfur, áður en þú leggur á stað Hvað fórstu langt í því? Með Lost? Já. Ég bara var eins og allir aðri, ég yfti bara öxlum yfir loka þettinum Já, þú sást allt? Já, fuck this já. Ok, þú varst pyrraður Já, fuck this Þú veist En varst þú einn af þeim? Svo aftur á móti sagði, heyrðu, ég er ekki búin að sjá neitt Game of Thrones en ég sá samt fyrir tilviljun næst síðasta þáttinn Ekki horfður á hann? Jú þar sem einhver dreki flýgur í einhverju þorpi og grillar alla, konur, börn og kalla, þú veist, og ég hugsaði með mér, býtu, þetta er bara Godzilla. En hvað, okkur horfður á hann? Ef þú hafði ekki séð? Ég var í partíi, ég var stættur í Kanada, og ég var í gisti á vini mínum í Kanada og allt partíið varð að horfa á þetta, þennan lokahnykki Game of Thrones, þú veist, þannig að ég komst ekki hjá því, hvað átti ég að gera, fara út í labbitúr, þú veist, þannig að ég sá bara þessa medieval Godzilla mynd bara þannig og hafði mjög gaman af svo skildist mér allir hefur verið brjálæðir eftir hennar þátt Það voru mjög margir brjálæðir eftir loka seríuna Já, ok, ég veit ekki þá hverju En ætlar ekkert svona að horfa á þetta? Já, finnst það líklegt? Já, en ekki, á ekki að gera það Ef þú vilt Jú. Breaking Bad, sástu það allt? Ég á Breaking Bad eftir og hann er tilbúin handa mér í Blu-ray hátíðarútgáfu, hann er ennþá í plastinu Þú ert ekki búin að nýtta því? Nei, Já. Ég veit cirka bátum hvað það er ekki spoila, segi ég sem ger ekkert annað að spoila hérna öllu vinstur og hægri, allt viðtalið En ég verð að spyrja líka út í eitt að því mér svona það eru nokkru hugmyndir sem ég svona kasta til þín Já. Cronenberg, Já. Þú elskar hann Ég verð ekki um það, ég er ekki búin að sjá alla myndina hans En er besta myndin hans ekki The Fly? Jú, hún er einn af toppunum. Jú. Mér finnst hún geðveik. Já, hún er það. Punktur, að öllu leyti. Hún eldist vel. Þetta er leiksigur hjá þeim báðum. Já. Bæði Jeff Goldblum og Gina Davis. Frábært adaptation af eldri mynd. Þarna er Fly. Þetta er remake sem mér líkar. Þetta er flott mynd enn þann dag í dag. Já. Hún eldist vel. Já. En er eitthvað svona mynd sem þú elskar á stingri, kannski í kringum 70-80, sem þú bara elskar en svo horfum hún í dag og þú ert bara eitthvað svona þessi eldri stíla maður. Eða fyrirgefur alltaf myndinni.
leið mér að hugsa Bara þögn. Ég horfði aftur á 16 Candles daginn. Hjúsmyndin. Já. Já. Þetta var rosa unglingahittari þegar ég var unglingur. Og ég tók þetta í það voru einhverjir ungir krakkar, þú veist, einhverjir 17 ára, 18 ára krakkar sem horfðu á 16 Candles bara daginn og þau fengu áfall yfir, þú veist, talsmátanum í myndinni, ógeðslegir homabrandarar, bara LGBTQ, bara samfélagið fór á hliðina, svoleiðis kvenhatrið og niðurlægingarnar og nauðgunarmenning og ég veit ekki hvað. Í 16 Candles? 16 Candles. Ég þarf að sjá hana bara aftur. Ég var bara forvitin og ég tekka á þessu aftur. Já. Og mitt take á þetta var, já, þetta þarna, samkvæmt skilgreiningunni, já, þá eru hommabrandarar í þessari mynd og mjög niðrandi brandarar konur, þú veist, og já, þetta bara mjög nasti húmor, þetta, já, for today's standard. En ég man eftir sjálfum mér þegar ég fór í bíó þegar ég var unglingur. Ég var 13-14 og ég man að þegar við fórum í bíóið, litlu krakkarnir í Kringlunni, Kringlan var nú ekki einu svona opnu þá, við fórum í Laugarásbíó, að þá voru þessar myndir hans John Hughes, 16 Candles, Breakfast Club og allt þetta. Þetta var svo hressandi að sjá að því loksins voru einhver ungmenni og unglingar í bíómyndum að tala alveg eins og við töluðum í skólanum. Við tengdum og við spekluðum. Og við þurftum þessa speklun, við þurftum þessa tengingu. Og seinna þá skoðum við það, þú veist, hvort þetta sé nú rétt, hvort þetta sé nú sniðugt, hvernig, ok, það fólkarnir á milli, ég með sterk bein, ég þoli alla hommabrandarana í heiminum, þú veist, og ég manna bestur í að segja það sjálfur. Og ég mæli með því, ég persónulega hef það bara fyrir lífsmátt hjá sjálfum mér, að ég hef alltaf dílað við alla mína erfiðleika í lífinu og allt sem fyrir úrskeiðis og allt sem bagalegt, ég virkilega reyni að díla við það með húmor. Ég reyni að sjá það svolítið úr fjarlægð og geri grín að því. Þegar ég næ að hlæja að óförum mínum eða, þú veist, ef ég næ að hlæja yfir því hvernig ég þú veist, eða hvernig ég fættur, ef ég næ að hlæja því hvernig ég tala, þú veist, að þá bara mikil heilun sem því fylgir, þú veist, einhvern veginn hnúturinn fyrir úr maganum á mér. Þetta þerapíst fyrir mér, sko. Að geta hlegið að sjálfum mér. Mér finnst það ekkert mál. Og ef einhver annar, ef Eyþór Ingi eða Sóli Hólm, sem sagt, leggja sig fram við það að herma eftir mér og nákvæmlega, þú veist, hvernig ég tala, veist, ég tek ofan fyrir þeim. Það heiður. Já. Mér finnst það bara æði að einhver nenni því að svona geggjaði listamenn eins og Sóli Hólm og Eyþór Ingi. Ég aftur á móti þekki og fatta hvaðan húmorinn kemur og hvort hann komi frá góðum stað eða slæmum stað. Að því sami ekki lítur skipta máli. Yes. Ég veit nákvæmlega, að því nú er ég svo sjóaður í þessu, ég veit nákvæmlega hvenær hér er að ferð húmoristi með ógeðslega beittan, flottan húmor, sko, sem er spot on. En ég veit líka hvenær einhver bulli og bastardur og þú veist, og einhver api er aktuáli að kasta pílum í mig. Fattur, til að minnka mig, til að smætta mig. Ég veit alveg munin. Ég þekki alveg munin. Þannig að ég persónulega, ég fríka ekki út yfir 16 Candles, þú veist. Málar að brandararnir eru góðir. Getur ennþá leiða henni? Þetta er gott handrit, já. Okay. Og það er valið maður í hverju rúmi, þú veist, þetta eru geðveikir leikarar og þetta er vel gert og þetta voru unglingamyndirnar sem að
sem töluðu við okkur úlinga eins og við værum fucking fólk. En finnst þér það var ekki reynd að smætta okkur, þú veist, með einhverjum díalóg. Nei. Og og svo þetta eru og ég meina Breakfast Club var bara mjög mikilvæg mynd fyrir mörg okkar, sko. Hún nasty? Í minningunum fannst mér að vera svo... Já. Það? Allt þetta stöf sem hann gerði, já. Nú? Það eru atriðarnir sem að fengju ekki að birtast í bíómyndum í dag, sko. Af því nú í dag þá vitum við að þegar þú kastar pílum í fólk sem tilheyrir minnihlutahópum, þá fólk hana úti sem tekur því mjög illa og svoleiðis gengdarlust ofbeldi, sko, í nafni húmors, getur farið mjög illa og hann í sumt fólk og brotið það niður. Það verður til þess að sá sem verður fyrir svona stanslausum áreitishúmor, nasty bully húmor, það versta sem gerist að fórnarlambið á eftir að kveljast úr efasemdum sjálfan sig, kannski það sem eftir ég óska engum þess að ganga í gegnum lífið þannig, að kveljast úr efasemdum sjálfan sig. Been there too, veist, og ég áttur á móti lítið á þannig, because I've been there too, að ég lítið á það bara sem áskorun fyrir sjálfan mig, að komast yfir það. Ég það stundum ofta eiga svona í samtali við hausin á mér, sko. Ég kannski geri eitthvað gig, ég gerði gig daginn, svona fjár-gig, árshátíð, fjár-árshátíð, og og stúdíóið sem við vorum í, þetta byggja stúdíóið allt frá grunni, sko, það var ískalt inn í því. Þetta var kaldara en kæliskápurinn í Bónus. Okay. Og hér ég, og ég labba þarna inn í þetta rými og á að fara að taka eitthvað 3 lög og ég með grýlukerti í nefuna á kulda. Ég syng samt þessi 3 lög, fer síðan heim á bömmer, svona performance framistöðu bömmer. Fannst þú að vera lélugur? Alveg, og ekki með það. Hausinn á mér hausinn á mér grípur í einhverja eineltis afganga, eitthvað frá barnæsku, eitthvað sem hefur verið sagt um og gert um mig. Þannig að viðbrögð mín, og ég 50 ára gamall, viðbrögð mín við þessu giggi voru, ok, ég sem sagt ömurlegur, í dag dagurinn þar sem allir fatta að ég get ekki sungið, ég sem sagt has-been, ég búin að missa það, ég á ekkert erindi í hérna bransa lengur, sko, akkur hringduð í mig og heyrðu, ég farin heim og ég ætla að sækja bara vinnu í hampiðinni. Bara hætta sem performer. Já, og ég með hausinn fullan af þessu, ég á niðurtúr þegar ég kem heim, þegar ég hringi í pródusentin sem stýrði upptökunum og ég segja honum frá þessu, please, áttu þetta take, getur þú sendt mér bara audióið eða hljóðupptök á teikunum, þannig að ég heyri hvernig ég stóð mig í þessum skítakulda. Upptökustjórinn svarar, Palli, ert þú að bömmir? Þetta gig var flawless. Palli, þú ert með ranghugmyndir í hausnum, ég skal senda þér þetta gig. Hann sendi mig gigið, ég ítti á play og ég drót upp andan og þetta gig var perfect. Þetta var svo flott að ég gæti gefið það út á plötu. En hvað var það þá sem fékk þig til þess að efast? Ég heyri og ég finn að það eru nokkri staðir þarna í teikinu þar sem ég þarf aðeins að ströggla að því mér var svo kalt. En einhver annar frá fattið það? Enginn annar kveikir. Enginn annar kveikir. Enginn. Nei, nákvæmlega. Þetta kvöld gat ég, þegar ég var búin að horfa á þetta og búin að horfa á teikið, þá gat ég sest niður með sjálfum mér og sagt, ok, Palli, þessi viðbrögð komu frá Palla 7 ára, sem örugglega hefur eitthvað staðar fengið að heyra það, að hann sé hallarislegur, takki, ömurlegur, þú ert fíbluð, eða hvað heldur á sért, skilur? Hvað ert þú æpa gogg? Og
ég þarf að feysa þetta barn og einfallega ég þarf að ímynda mér þetta hægt að vera bíóblaður, þetta sálfræðitími. Smá útudúr, það gaman. Ég þarf að taka þetta barn og ég þarf að faðma Palla 7 ára að mér og segja honum bara, Palli 7 ára, þú ert brilljant og þú ert hlaðinn hæfileikum á mörgum sviðum og þú ert líka perfect. Líka í ófullkomleikanum þá ertu samt perfect. Þannig að þú, Palli 7 ára, nú ferð þú út að leika þér, farð þú og vertu beautiful. Palli 50 ára, Palli fullorðni, ætlar að díla við þetta núna. Og vega á þetta aðstæðurnar, sjá þetta í réttu ljósi eins og það en ekki eins og hausinn á mér heldur að það sé. Ok? Niðurstaðan var, ég hringdi í pródúsentinn og sagði, næst þegar ég geri fjargigg, þá þarf ég að fá hitablásara. Helst 2 í kross og láta það blása in my face. Þá get ég sungið. Af því þá ég komin í aðstæður þar sem ég líður vel. Ég skilji. End of story. Þetta er lausn á öllu. Og þetta var leksían sem ég þurfti að læra. Heyrðu, ég alltaf að læra eitthvað nýtt og við erum í glænýjum aðstæðum. Við erum að reyna að búa til einhverja fjarhátíð, eitthvað sem við höfum aldrei gert. Veit? Og auðvitað, alltaf þegar þú gerir eitthvað nýtt, auðvitað rekur þig á okkur veggi. Auðvitað getur gert eitthvað smá slís, eitthvað staðar. Bara byrjandabræður. Ég þarf að fyrirgefa byrjandamistökin strax á staðunum. Já. Ok? Að samaskapi. Ég fyrirgef krökkunum sem að voru með mér í skóla eða fólkinu sem ég hef hitt á lífsleiðinni. Það voru ekki bara krakkarnir í skólanum. Ég hef hitt fullt af fólki á lífsleiðinni sem finnur mér allt til foráttu, skilur, og óspart á munnsöfnuðin, þú veist, á mig, hvort sem það á internetinu eða bara in my face. Og ég þarf að fyrirgefa þessu fólki á staðnum og það besta sem ég get gert að skoða frá hvaða stað kemur þessi manneskja. Hvaða bakgrunn hefur hún? Hvaða konsept þetta? Akkur hún að kalla mig öllum ítlunum? Akkur finnur hún mér allt til foráttu? Og oftar en ekki þegar ég skoða málaðins betur, þá þetta manneskja sem hefur þessa þörf á að beita aðra ofbeldi vegna þess að það hefur einhver annar beitt þessar mannesku annars konar ofbeldi, einhver tímann í den og það ofbeldi var ekki raskat mér að kenna. Nákvæmlega. Ekki mér að kenna. En pældi þessu, 50, en þá svona hugsa út í? Ég verða að þessu til dauðadags. Þú hættir aldrei að læra, það engin útskrift. Nei. Ekki plataði með því að halda sig ykkur útskrift. Ekki plataði með því að halda sig orðin svo klári í þessu. En líka við erum öll einhvern veginn að díla við alltaf eitthvað svona. Eitthvað svona efa smá og... Já, það ekki bara meaning of life? Come on. Að læra? Já. Ég vil meina að tilgangur lífsins þú lifir til að læra. Sammála. You live to learn. 100% sammála Og það er líka bara svo gaman. Þú veist. En þú hefði getað sagt þarna, eins og þú lendir þessu, þú er ekki gert þetta áður, eitthvað svona fjár skemmtun einhverja. Þú hefði getað sagt eftir þessu upplifun, bara ég ætla aldrei að geta aftur. Það var það fyrsta sem ég sagði þegar ég kerið heim. Aldrei að gera þetta aftur, ég ætla aldrei. En þú heyrir, þetta er Palli 7 ára sem talar. Ég ætla aldrei að mæti í skólan. Nei, nákvæmlega. En sumir, þú er svona fullundir, þeir hlusta samt á þennan 7 ára. Ennþá. Og það eru hræðilegar aðstæður að koma sér í. Já, í samanlegar. Mér finnst það sorglegt. Ég mæli með, ef þú skildir lenda aftur í svona krefjandi aðstæðum, eins og ég kalla það, ef einhver segir eitthvað ljótt, eða gerir eitthvað ljótt, eða eitthvað fer úrskeiðis og bla, allan að hlutir ekki eins og þú vilt hafa þá. Þá er gott að segja stopp, stoppa hér, og nú skulum við aðeins athuga hvað í gangi, really. Hver undanfarinn? Hvað var til þess að ég í þessum aðstæðum? Hvað gerðist í alvöru? Ef ég ekki nógu skýr í hausnum, ef ég í ómikla áfalli eða sjokki til þess að geta séð aðstæðunar rétt og lesa það rétt, þá verði ég að fá utan að koma til hjálp. Þá verði ég að fá lánaða dómgreind frá einhverjum öðrum. Ég þarf að hringja í vin. Ég hringdi í pródúsentinn. Þú veist, og fekk lánaða dómgreind
frá annari mannesku sem var þarna líka. Og síðan ofsalega gott, það var algjör gjöf, þú veist, að fá vídeóið af sjálfum performanceum, að fá sannleikar, skilur, þannig að ég gat horft á hann. Já. Algjör gjöf, algjört verkfæri, þú veist, í þessu bataferli, ef við getum sagt eitthvað svoleiðis. Og þú verður bara leggja öll spilin á borðið, face the music, face hlutina eins og þeir eru, ekki svo heldur að þeir séu og viti menn, þú færið gling, ljós, þú færið ljósapyrir í hausinn. Í kjölfarið þetta spyrja þig, ok, hvað á ég að læra af þessu? Ég lærði að þetta kvöld að ég fucking góður performer. Ég betri í dag en ég var fyrir 20 árum síðan. Þú veist, því það sem þú sérð núna í dag vinnan mín síðustu 20 ár. Einmitt. Þú veist, mín frammistaða bara allt það sem ég verið að gera í 20 ár. Skilur við? Og þér getur ekki farið aftur einmitt, og sérstaklega þú heldur þig við ef þú ert stöðut að tróða upp, ef þú ert stöðut working on your craft, veist, þá vext þú og dafnar. Snildarverkin komið frá Hitchcock eftir að hann nær 60-aldri. Þá gerir hann Psycho, Vertigo, fuglana. Ertu ekki sammála Tarantino? Hann segir að leikstýra sé a young man's game. Voðalega stendur þetta statement eitthvað í mér. Hann er satt það? Ég er samt, Quentin Tarantino mikill skoðana bróðið minn, sko. Ok. Og en hann kannski meinar young man's game, vegna þess að bestu bíómyndunar, þú veist, og besta sjónvarpsefnið, besta poppið, og bara bestu listaverki sem þú sérð, eru gerð af svona ástríðu og ákefð sem auðvitað ungt fólk hefur frekar heldur en eldra. Einmitt. Auðvitað, þú veist, ég meira sé að dannast. Fattarðu? Ef þú myndir heyra við mig viðtal frá því fyrir 20 árum síðan, þá meira sé að tala ég allt öðru sí. Já. Þú veist, þá bara hrynjandinn og allt að dæmi þetta búið að gjörbreytast. Þannig að ég sjálfur orðin, hvað ég svona, dannaðari og yfirvegaðari. Ég nálgast núna það sem ég er að gera, poppið sem ég er að gera núna, með allt öðrum leiðum, allt öðrum aðferðum og meiri yfirvegun. Ég lofar því að Hitchcock gerir Psycho, fuglana, Vertigo og all snildaverkin af mikilli yfirvegun. Hann svo mikið at the top of his game að hann veit nákvæmlega hvað hann á að gera, þú veist, með af svona elegans. Það var ekki, Psycho ekki young man's game. Nei. En hún samt algjört pop. Sturtumorðið pop culture. Finnst þið Tarantino vera þá alveg á villigötu með þetta? Pínu, af því það til undantekningar, sko. Á meðan þú hefur ennþá ástríðuna, búðu þá til list, skapa þú eitthvað, please. Og ég sé það, og hef bæði séð það á listamönnum sem ég þekki í kringum mig og líka listamenn sem ég dýrk og dái, bara út í hérna stóra heimi. Venjulega þá hefur þetta fólk eitt sameiginlegt. Hvað það? Eða þrennt sameiginlegt. Talent, vision og ambition. Þetta þrennt verður að dansa saman. Ég þekki fullt af fólki sem hefur talent. Ég þekki fullt af geðveikum söngurum, þú veist, og geðveikum rithöfundum og fólki sem getur haldið á penna. En það hefur kannski ekki vision. Það veit ekki alveg hvað það að fara að gera. Á meðan ég má eiga það að ég var með vision árið 1993. Ég mæti á svæðið og segi, heyrðu, ég vil gera diskoplötu. Disko alveg átt. Nei, ég vil gera diskoplötu. Ég veit að það 1993, en ég svo forvitin að díla við þetta disko-energy dýr þarna,
að ég verð að gera diskóplötu, þú veist, Vision. Svo kemur Ambition. Það var þegar diskóplatan seldist ekki raskat, þú veist, og eða hún allan fór ekki nógu vel í gang, því þá var rosa stríð í gangi milli plötu dreifara á Íslandi, sko. Þannig að þeir földu alltaf plötur hvors annars undir borðinu, svo það seldist ekki. Setti bara sína plötur upp í hillu. Og mín plata fór þá leið og ég brjálaðist, og í kjölfarið, þá bara tók ég upp síman, að því ég tók eftir því að litlu krakkarnir og unglingarnir, þeir tengdu við TF Stuð og Ljúf og líf. Litlu krakkarnir, þau kveiktu. Ekki útastöðar, ekki aðrar plötubúður. Þannig að hvað ger ég? Spýti í lófana og bókaði gig á öllum félagsmiðstöðunum og öllum grunnskólum sem til eru á landinu, og ég túraði 93 og 94 eins og MC-gutti, everywhere. Ambition, metnaður. Talent, vision, ambition. Já, ég með það, en ég hef tekið því. Þetta þrennt þarf til. En eins og með Tarantino, ég vil langar aðeins að ræða við hann, ég veit að þú ert mikill aðdáandi. Hvernig finnst þér hann verið í dag versus þegar hann verið að gera... Hann að hneigja sig. Eins og sé að fara að hætta. Heldur hann hætti eftir eina mynd viðbót? Hann gerir 10 bíómyndir, svo fer hann í sjónvarp. Heldur það? Og gerir 8 klukkutíma beautiful triumph snildarverk. Frekar en skáldsögur eða eitthvað? Ég held hann fari í sjónvarpið, sko. Hann er að segja okkur það í Once Upon a Time in Hollywood. Hollywood er búið. Once Upon a Time. Þá var Hollywood svona. Og myndin er uppgjafa leikara sem var flottur í bíómyndum en verður að mjaka sér yfir í sjónvarp. Hann er í rauninni, Tarantino er að segja, kringlubíó er búið. Kill Bill er, þú veist, nú þegar 6 klukkutíma snildaverk, sem hann þurft að klippa í tvent og sína í tvennu lagi í bíó. Hann er nú þegar byrjar að gera sjónvarpsseríur þar. Á stóra tjaldinu? Já. Hvaða mynd finnst þér best eftir hann? Ég elska Kill Bill 1. Ég fæ mest að kikkið út úr henni. Þú veist, að drepa 88 manns. Ég á japanska Blu-rayin af Kill Bill. Sem er ekki svartkvít. þá verður atriði lit. Ég horfi stundum á það bara mér til dundurs. En þegar þú horfir á myndir hans, og Reservoir Dogs og Pulp Fiction og Jack, allar þessar myndir, að því hann svona breyttist aðeins, fannst mér. Já. Hann ætla að vera eldri og svona, menn breytast. Kýstu frekar þessar nýlegu myndir sem hann gert, þessu Kill Bill og þær? Ja, definitely eldri. Eftir Kill Bill, þá, hann eldist og mér fannst, Hateful Eight vera, ok, Agatha Christie mynd í Viltavestrinu. Gaman að því. Þú fílar það ekki? Ég hafði gaman að því, en síðan fór ég bara út í bíón og sagði, ég ætti að kaupa Blu-rayin bara til að hafa þetta upp í hillu og fullkonna safnið, sko. Já. En eins og Django? Líka gaman. Kannski er Django síðasta góða Tarantino-myndin. Hvernig fannst þú Once Upon a Time in Hollywood? Vombriði. Ég fatt að þetta væri svona, mér leiði svo þetta væri bara maður að taka á hann hattinn í 3 klukkutíma. Já. Mér fannst þetta svolítið mikið rung. Já. Og en ég held að þetta sé nefnilega, þetta prophecy í þeirri mynd. Það sé bara að færa sig verið sjónvarp. Og meiri segja, sko, allt Marvel-dótið og DC-dótið þetta, þetta er svo marga myndir að þetta eru í rauninni eins og sjónvarpssería. Nema þú þarft bara að fara mjög oft í bíóið að horfa á þetta. Hugleikur Dagsson kom til mín, hann talaði um að Marvel-myndinar, það eru mitt á milli þess að vera bíómyndir og sjónvarpsstöðir. Ég er bara hjartan að sammála. Það er eitthvað svona hybrid bara. Og ég er sammála Martin Scorsese þegar hann segir bara Marvel is not cinema. Það brjálaðist allt. Já. En hann bara, þú veist, the truth hurts. En mér finnst þetta bara ekkert samt, mér finnst þessi sannleikur ekkert særandi. Þetta er þróun, það þróast allt. Við verðum, það breytist alltaf, mér er að segja,
hvað er þetta viðtal langt? 1,5 tími? Þú veist, á 1,5 klukkutíma er hárað á mér búið að vaksa 1 millimetra, skilur það ég skilji. breytist alltaf allt. Og þú verður að vera tilbúin og viljur til að taka þátt í breytingum öllum stundum, vegna þess að ef þú vilt það ekki og ef þú gerir það ekki, þá er það bara ávísun, þá ertu bara að skrifa upp á ávísun á eigin óhamingju. Þú veist, ef þú kaupir þér, segjum, með að segja dauðan hlut eins og bíl, skilur nýjan úr kassanum og því finnst það hann en geðvegur. Býtu 10 árum síðar, þá brjálast út í hennan bíl af því það eru konar rispur á hann og hann er pínu keyrður. Fyrir ekki, bílinn er bara, á einu mómenti er bílinn úr kassanum. Skilur, það breytist alltaf allt. Líka ég, líka þú, líka bíómyndir, líka sjónvarp, líka öll menning. Bara embrace it. En svo kvikmyndu húsa stemmingin, þú veist, að fara í bíó, hvort svo að fara á einhverja Marvel-myndir eða eins og í gamla daga, alvöru myndir, gesslappa. Þú veist, ertu að sjá fyrir þér, bara í framtíðinni, bara í nánustu framtíð, og COVID náttúrulega ekki hjálpa til, að verði bara þannig að þeir bara loki? Nei, leikhús og bíó lokar ekki. Sko, eins og við sögðum á hann, það eru ákveðnar artmyndir, skilur líka, sá heimurinn ennþá til, hann er ekki dauður, skilur þú? Nei, svo sem ekki dauður, ekki segja það. Og þú veist, gríðaði mikið af fallegum kvikmyndahúsum út allan heim, það sem þetta er sýnt. Það gefur ekkert í staðinn fyrir þetta human touch. Einhverjum og sérlega, veistu, ef eitthvað á að deyja, ef eitthvað geti dáið á undan, þá geti ég haldið að bíósalurinn degi á undan leikhúsinu. Ég held að leikhúsið sé nefnilega eilíft. Já, ég sammálar. Sterk bein þar maður. Vegna þess að leikhúsið gengur út á orkuna, energið, milli þess sem er á sviðinu og áhorfandans. Já. Gengur út á þennan díalóg og ég finna hjá sjálfum mér, það var kannski eina ástæðan fyrir að ég fór í svo brjálaða fíla eftir þetta fjargiggata, að ég fann það svo áþreifanlega hvað þetta stuðsjó sem ég er að gera, áhorfandinn er helmingurinn á sjóunu. Já. Þú veist, áhorfandir að syngja með og klappa og öskra og Þessi orka. Já, og þessa orku vantaði alveg gjörsamlega þannig þetta fjargigg, en ég veit síðan að fólki sem var heima hjá sér að klappa, þú veist, trilltist heima hjá sér. En það vantar þess að nánd. Já, það vantar. Og það sannaði fyrir mér, bara Palli, dansiböllin, þú veist, djammið, skemmtistöðarnir og leikhús, þú veist, þetta af hold og blóði, þetta fyrir ekki neitt, býttu bara. En mér er bara svo leiðilegt að því mér er gaman að fara í bíó, ég hef alveg gaman að þessum Marvel-myndum, það eru mjög góður og allt það, en mér er bara svo leiðilegt, hvað er ný Die Hard mynd? Hvað er ný Robocop-mynd? Skilur hvað við? Svona fyrir fullorðna, kosta ekkert er ekki lægja ný svona að gera fullt af Die Hard myndum og, þú veist. Það er svo lélegar. Já. Die Hard er góð mynd. En málið er að þá getur líka veltur upp úr, býtu, okkur er 90s ekki, þú veist, eins og dagurinn í dag. Málið er að 90s er bara drullu gott og Elska 90s. Þar er í sammála nefnilega Tarantino að bara kvikmyndir sem eru unnar með nær einvörðungu praktikal effektum, ekkert eitthvað CGI bull, þessar myndir hafa óneittalega mun meira kjöt á beinunum heldur en þetta CGI rung sem við erum að horfa á núna. Ég skil alveg að CGI sé notað, þú veist, ódýrara í rauninni og þú veist, þú þarft ekki að sprengja upp heila blokk, skilurðu, þú bara teiknar hana. Og en í French Connection, skilurðu, í eltingaleiknum í French Connection, William Friedkin, þar eru átökin eru áþreifanleg, þú veist, í þessum eltingaleik og þú getur sýnt hvaða krakka skratta sem er eltingaleikin og French Connection, þú veist, núna, í dag og krakkina áttur að segja, eru Fast and the Furious eltingaleikinir eru sko bara biggest piece of shit sem ég er nokkuð tíma að séð. Þannig að í því leikum munur og þess vegna er ég bara einfallega sökker fyrir þetta tímabil fyrir CGI
og Die Hard fyrir CGI. Jú, þeir byrjuðu í Die Hard 2 og 3. Þetta rosa, að það voru nokkur atrið þar sem einhver rosa sprenging og Bruce Willis fer upp úr sprengingunni í flugsæti, skilurðu. Þarna var CGI-ið byrja, sko. Svona aðeins, en þetta voru vel skrifaða myndir. Nefnilega, já. En mér finnst það svo handrið í dag. Það vegna að góðu handritshöfundarnir sem að skrifa karakterar með kjöt á beinunum eru konur í sjónvarp. Já, það er alveg máli. Þú veist. En mér finnst það svo leiðilegt að þetta form, bíómynd, svo skemmtilegt. Farð þú þá og gerðu Die Hard mynd núna? Þú veist, ekki og Quentin Tarantino segir það sama, að þið þarna litlu krakkar sem hlustið núna í dag, þið eigið að gera listaverkin sem við hinn gerðum ekki. Góða punktur. Já. Ykkar jobb að gera bíómyndina sem þið hafa aldrei séð. Trúðu mér, við munum hafa áhuga á því. Sérstaklega fylgir þetta þrennt með þessu talar það. Yes. Þá verður þetta gott. Og trúðu mér, það fólk, þegar þú sér svoleiðis talent með vision og ambition, þegar þú hittir Madonnu, þá veistu að Madonna stödd í herberginu, sko. Já, en það sem ég svona pínusrættu við, og ég ekki að vera neikvæður, það sem ég pínusrættu við, þessi kynslóð sem að koma upp núna, þetta svo mikið svona. Það bara, það í símanum, það með Netflix, þetta alltaf svo hratt. Já, en fínt, þá kemur ykkur listamaður sem vinnur með svona. Þú veist, John Waters vann með fucking 60 mm afgangsfilmur sem hann fekk frá ykkur sjónvarpsstöð, sko, og klambrar saman þessum punk bíómyndum með puttunum, þú veist, og klippir filmurnar í sundur með skærum og límir það saman með límbandi. Ég lofa því að sannur listamaður með þetta integrity, með ambitionuna og visionuna, hann lætur aðstæður, utanakomandi aðstæður, ekki stoppa sig og ekki trufla sig. Vinnur kannski með það bara. Já, þú vinnur með allt. Það góð punktur. Þú veist, Van Gogh að mála málverkin sín í rottuhólum, þú veist, glórhungraður og auralaus og að díla við geðsjúkdóma, skilurðu? Það stoppaði hann ekki frá því að búa til þessi beautiful listaverk. Þú verður áhyggjur einhverjum krökkum í dag. Come on. Ég kannski gamall. Allt og gamall finna þá. Og þetta sko, trúðu mér, krakkarnir að taka þetta og vinna bara með það og tilenga sér það. Já. Og svo, eins og ég segi, svo má vel vera að það komi kynslóð á krökkum sem segi, fuck samfélagsmiðlar. Að því við erum búin að fatta mystíkina, við erum búin að fatta platið á bak við like-takan. Fuck this. Þetta er stemning sem ég vil ekki taka þátt í. Kannski, en þegar mér ég sjá í nýlegum bíómyndum, þetta var svo mikið, þetta var svo snöggklift og það var svona, ég veit ekki, svo kannski, ég kannski búin að gamalt kall sem er bara að væla. Já. Að því talandi snöggar klippingar og þannig, þú veist að það allt saman, snöggu klippingarnar koma úr avantgard tilrauna experimental bíói alveg frá þöglatímabilinu. Já, mjög flottan DVD-kassa sem heitir bara Avantgarde Experimental Films of the 20s. Það sem getur ímyndaði hvað var spennandi að vera kvikmyndagerðarmaður í árdaga filmunar. Þeir voru með einhverja kvikmyndatökuvél og einhverja filmu sem við veist ekki hvað þetta gera við. Og auðvitað voru sumir þeirra sem svo, hvað gerist ef ég tek bara 3 ramma í einu, svona klikk, 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 og færi síðan bollan úr stað og prófa að gera klikk, klikk og samtastað. Animation, skilur við. Og allar þessar, allt þetta sem þú sérði í dag, þú getur rakið það aftur til eitthvað svona tilrauna. Ég vil meina að MTV-klippingarnar, músikvídeóklippingarnar sem að við erum vön að sjá núna í dag, þær byrjuðu hjá einum vini mínu sem heitir Russ Meyer. Veistu hvað hann er? Já, ég kannast það námið. Russ Meyer var þessi listamaður með talent, vision, ambition. Var ekki eitthvað klánga í? Russ Meyer, hans vision var stór brjóst, helst niður á hné. Russ Meyer sá bara heiminn
með stórum brjóstum þú veist, hann fílaði það bara að vera með stór brjóst þú veist, at all times og þannig segir hann sögur af einhverjum skattsvikurum bankaræningjum þú veist, bílettingaleikir með brjóstum, bara allt með brjóstum Okay. þetta var bara hans vision Okay. geðsjúka myndir, algjört kalt sko þetta ekki klám hvergi, nokkuð staðar í neinum af þessum myndum Þá ég mismuna. já, það ekkert penetration neitt í þessum myndum Nei, ok. en það má heldur ekki gleyma því að stelpurnar sem líka í þessum myndum eru góðar leikonur fyrir það fyrsta þær kunna að höndla komik þær eru með komik tæminguna alveg á hreinu ekkert spérhættar þú veist og oftar en ekki eða nei, bara alltaf í öllum röstmægjumyndum eru konurnar leiðandi afl í öllum myndunum þær eru aðalhlutverkið og supporting hlutverkið karlar hlutverkin mæta afgangi sko það eru þær sem fá bestu línurnar sagan stendur og fellur með þeim söguþráðurinn breytist eftir því sem þær gera þær hafa bein áhrif á framvindu mála í myndunum og svo kemur effektin, hvernig Röstmægir kýs að segja sögurnar hann þvældist út allt með einhverja kvikmyndatökuvél, hann var einn og hann var alltaf einu kvikmyndatökumaðurinn alltaf með myndavélina á þrífæti hann kannski að taka upp samtal með mér og þér hér inni en samtalið skriftað í klessu orð fyrir orð og svo tekur hann samtalið upp úr eins mörgum ólíkum áttum og hættir Klift. og klippi at all times, þú þekkir Röstmægir þú ert að horfa á Röstmægir í 10 sekúndur og þá veistu að þú ert að horfa á Röstmægir mynd af því þetta er rithminn, algjör snilld og bara lita sprengjurnar í þessum myndum brandararnir sem virka þetta í dag músík, notkunin hann er einn af mínum mönnum bara, Röstmægir En eins og með þessa áratugi og ef þið viljið kynnast Röstmægir byrjið á að horfa á Supervixens byrjið þar, það er mjög hún er 1975 okay. Hann hætti að gera bíómyndir árið 1979 af því þá var klám komið út borg og bí og Strætó og Torg og Deep Throat kom nefnilega út 72 hún er fyrsta klámmyndin sem sagt með aktúal samförum sem var sýnd í kvikmyndahúsum gegn því að hún fengi stimplinn X myndir sem einhver X stimpil voru sýndar í ákveðnum kvikmyndahúsum en ekki almennum ekki kringlunni skilur Þetta var banna þannig að það spruttu upp bara klámbíó og myndir sem sýndu X bíómyndir og þar nefnilega komið líka inn í jafnvel hryllingsmyndir sem grafíst kannski gengu við strikið og voru aldrei sýndar í almennri dreifingu, en þetta voru myndirnar sem mættu til Íslands á VFS sem þú og ég sjá þar, ég bara sá þetta allt saman þar Svo allt saman þar. En eins og þessu áratug, áttu eitthvað svona upp á þessu áratug? Ertu bara svona 70s gay? Helst? Ég hef soft spot fyrir 70s Ok. Já. Aftur á móti, ef mér ætlar að líða vel og ef ég ætla að stjana við mig og líða eins og ég sé að horfa á sko luxus konfektkassa þá er það bara Hollywood 30s, 40s sérstaklega svart-hvíta Hollywood stöfið er best Já, þú ert þar? Já, bestu sögurnar, bestu handritin geðveikir talentar í öllum hornum og það eru svo fallegar og það er búið að gera svo mikið fallegt restoration process við margar af þessum myndum að þú ert algjörlega bara lifa þær upp á nýtt þú ert að horfa á þær í betra ásökumanlegi en fólki sem gerði þær sá þær það er magna og þannig að ef ég vil trýta mig og hafa það næs, luxus, konfekt á sunnudegi, þá er ég bara komin í Hollywood, svarthvít Gemmer, Betty Davis og Joan Crawford anytime, báðar léku í hátt í 8-10 bíómyndum í lífi sínu, þannig að það er af nóg að taka En eins og þá í dag, þegar þú ert að tala alveg 100 ára gamla myndir og horfum á þetta frá deginum í dag en eins og ég veit að þú fílar Hereditary
Ég mynd mætti þessum ból fyrir þig. Hún nú bara 2 ára gömul. Hún bara modern klassík, myndi ég segja. Hvað fílar svona mikið af hana? Sko, í þeirri mynd fær, og Ari núna búin að gera 2 myndir. Hereditary og Midsommar. Auðvitað fær hann lánuð alls konar minni, þú veist, úr öðrum myndum eða sögum. Það mjög auðvelt fyrir að slá báðamyndinar út af borðinu fyrir að vera, sko, Hereditary bara svona Rosemary's Baby eitthvað og Midsommar bara Wicker Man. Málið að ég fíla modern horror í dag. Mér finnst margir góðir hluti verið að gerast í horror núna vegna þess að nútíma horrorin að fá gömlu gildin að láni og dregur, þú veist, nornirnar, satanistana, skilurðu, köldin, jafnvel varúlfana og þetta sem hann skilurðu, dregur það inn í samtíman. Og það sem þeim tekst svo vel að í dag þá erum við ekki stjúpid, við sem höfum hort á bíó alla æfina, við kunnum að horfa á bíómyndir og við vitum alveg hvernig bíómyndir funkar. Við gerum ákveðna kröfu til þess að fólk bregðist við aðstæðanum í bíómyndunum eins og við myndum bregðast við. Ef fólk gerir það ekki, hvort sem þeir í sjónvarpi eða bíói, þá segjum við alltaf djöfus rugl þetta. Djöfus villisingur að hlaupa upp tröppunar. Kaupir þetta ekki? Nei. Nútíma horror passar sig á þessu. Og ég fíla það. Og sko horror nefnilega komst í ógöngur og eiginlega bara við vandræði á 90s tímabilinu. 80s horror var æði með öllu sínu Evil Dead 1 og 2 og jafnvel 3 og Reanimator og allt þetta Juicy 8, Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, öll þessi íkon sem urðu til inn í 80s. Hellraiser. Æðislegt stöf. En svo, 90s, þá var búið að gera einmitt 10 framhaldsmyndir Freddy Krueger og Freddy og þú varst búin að sjá sömu myndina 10 sinnum. Já. Við nefndum því ekki og nú voru góður á dýr. Búið að gera allt. Búið að hræða okkur með öllu sem til er. Það eina sem hægt var að gera var að taka þetta allt saman, þú veist, gaurinn með hnífinn, fjöldamorðingjan, varúlinn, setja allt í Moulinex hakkavél, ít á takkan, hræru svo öllu saman og gera grín að því. Scream kom. Wes Craven. Hvað hét hann handritshöfundurinn? Kristoffer eitthvað? Kevin Williams, já. Að það var hárrétt move sérstaklega hjá Kevin Williamson. Wes Craven kom inn með seinniskipunum, sko, að gera Scream og Scream fyrsta hryllingsmyndin sem talar við áhorfandann og blikkar til hans. Við vitum alveg að þú ert búin að sjá þessa mynd oft. Hvernig fannst þér það? Hvernig fílaði það? Æði. Okay. Æði. Þetta var bara svona vín í eyðimörkinni, þú veist, að fá þetta loksins eitthvað sem veit hvernig ég hugsa. Og ég fílaði að það væri borin virðing fyrir mér sem áhorfanda. Og Scream leikur sér að þessu að tvista til og gera grínað eitthvað sem við vorum búin að sjá á miljónsunum. Afleiðingarnar eru þær að það var gert bara fullt af grín hryllingsmyndum, fullt af scary movie myndum, þú veist, og við komumst aftur í ógöngur. Þangað til It Follows kemur. It Follows eina, vil ég meina að sé einn fyrsti vísirinn að modern horror. Horrormynd sem gerð af fólki sem elskar horrormyndir fyrir fólk sem elskar horror og þekkir allt sem verið að vísa í og sem betur fyrir það sá ég sá It Follows ekki í bíó. Það annað mál, það önnur umræða, hvers vegna fara geðsjúkt góðar bíómyndir ekki í bíó, takk. Það önnur umræða. En It Follows eina af þeim og
mynd sem að gerð ekki fyrir mikla peninga og það var ekkert budget til þess að eyða í einhverja major dreifingar herferð eitthvað út um allan heim. Þannig að It Follows fyrir að slá svona svakalega í gegn á ráðstefnum, hryllingsráðstefnum og þannig byrjar buzzið sem betur fyrir sá ég It Follows á Blu-ray á stóra skjánum heima hjá mér og ég var á hnjánum fyrir framan skjáin í svona 10 cm fjarlægð að njóta þess að horfa á allar litlu vísarinnar úr Halloween, öllu því sem ég elska fyrir það fyrsta. Plus snildarkonsept, skilur, bölvun sem þú gefur áfram með kynlífi. Snild. Bara heyrðu, þú þarf bara að segja eina setningu, skilur, og skrifa hann á servéttu og þú ert komið með geðveikt konsept. Þú veist, stelpa sem snillingur í skák en hún dópisti. Skilur, þú þarf bara að skrifa hugmyndina á eina servéttu. En svo er það alltaf framkvæða. Svo kemur framkvæðin. Já, það er ekki nóg bara með góða setningu. Yes. Og í dag þá og ég fíla modern horror einmitt út af þessu. Það er borin virðing fyrir mér sem 50 ára gamlum kalli sem búinn að sjá allar þessar myndir. Ég elska þetta ég til í meira, en ég geri vitsmuralegar kröfur. En eins og með svona jumpscare myndir. Það er bara, það er annars genre. Það er eiginlega, og í rauninni þá er horror, mér finnst horror skiptast í tvennt. Kannski núna sem aldrei fyrr. Það er til eitthvað sem ég kalla sober horror. Það er að segja, þegar viðbrögð allra í myndinni eru sober, það er að segja, þau bregðast við alveg nákvæmlega eins og þú myndir bregðast við ef þú værir að vinna á einhverju fucking gameskipi í kraftgalla að því þú ert bara vöruflutningamaður sko og það kemur fucking lífvera, óþekkt lífvera borð í gameskipið og þú ert að vinna hjá landflutningum. Hvernig ætlað þú að bregðast við þessari fucking lífveru? Öll viðbrögð allra í Alien eru korrekt. Þess vegna lifir Alien. Plus allir leikarættir 7 eru snillingar. Og líka hönnun og allt. Á sínu sviði, já. Fattar þú? Hinn kategórían er eiginlega öskur, unglinga, kringlubíó, jumpscare, hryllingsmyndir. Cheap aðferðir til þess að, og í rauninni cheap aðferðir með málamyndaplotti sem er eiginlega bara notað fyrir unglingana til þess að hafa afsökun til þess að halda í höndun á hvort öðru í fyrsta sinn. Þetta er svona icebreaker fyrir þau. Það er bara önnur deild. En eins og Conjuring, sástu hana? Já, og hún var góð. Conjuring 1. Mér finnst nummer 2 allt og löng. Ég fíla ekki 2 sko. Já. En mér finnst 1 mjög... Æði, já. Hún var alveg scary. Hún er líka modern horror. Hún er modern. Finnst þú hún vera meira þar heldur en eitthvað svona jumpscare dæmi? Já. Sko, málið er að þú verður að nota jumpscare sparlega og láta það gerast effortlessly. Meistari The Master of the Jumpscares er Brian De Palma. Fyrsta jumpscareið er Carrie. Brian De Palma stúderaði þetta og masteraði og svo notaði hann jumpscare-effektin svo mikið sko að það var næstu bara fyrir sjáanlegt sko. Ekki ofnótt þetta. Já. Það er ekkert mál að bregða fólki en að búið til alvöru horror, það er erfitt. Það er það. Mér finnst Hereditary verið þannig. Alvöru horror. Sko, mér finnst nefnilega alvöru horror er góður þegar hann er eiginlega bara eins og ljóð þig og þig og þína bresti og bara öll verkefni sem þú verður að díla við í lífinu. Ok, þetta er búin að vera 50-50 sálfræðitími og bíómyndaspjall. Það er gaman. Sástu hvernig ég fór í gegnum þú veist þetta áfall eiginlega, þessar óþægilegu aðstæður sem ég upplifi í kuldanum á setti. Ég er í svona moment of truth, það er begin útsending og mér finnst ég að vera ömurlegur. Sástu hvernig ég einmitt dílaði við það? Karakterar í horrorbíómyndum gera hann bara slíkt til sama. Góðum myndum þannig að segja. Að þeir eru komnir í einhverjar aðstæður
sem eru óþægilegar eru þeim megn og oftar en ekki þá reynir karakterinn að finna út, ok, fyrsta leið, hvað að gerast? Þú veist, really, hvernig eru hlutinir hérna, þú veist, eins og eru, ekki eins og þú sér það, eins og ég sé það, í það sannleikan, og síðan, hvernig get ég dílað við þennan sannleika? Hvernig get ég, fundið veikablettin á skrýmslinu, sko. Þetta er það nákvæmlega sama og ég geri þegar ég fæ þetta litla áfallaðna daginn. Það hlýtur að vera eitthvað leið út úr þessu, ég þarf að fá lána á tómgrind, það hlýtur að vera eitthvað veikublettur og þessu veikibletturinn er ég, mín viðbrögð, þau eru skemmt, mín viðbrögð eru skrítin, skilur það er ég sem þarf að ná momentinu, Palli, come on, þú veist, þetta var ekki svona, þú veist, back to the daylight, þú veist, hryllingsmyndin endar, the end. En þú búin að sjá svo margar hryllingsmyndir, ertu ennþá í dag, verður þú fyrir eitthvað svona áhrifum, er þetta hræðað í dag með hryllingsmyndum? Já, Hereditary, mjög gott dæmi. Hún náði að hræða þig? Ég var fokkt eftir atriðið þarna í bílnum með staurinn, fokkaði mér upp, en málið er að því ég er pervert, að þá fíla ég það. Það er eitthvað partur af mér sem, það gekk aðri? Já, rosalega og flott gert, flott executað og allt. En svo gera Midsommar. Og tekur eftir því núna í dag. Það er pínulítið atriði sem er í svona 2-3 sekúndur, sko. Bíllinn er að keyra í partíð, það keyra fram hjá staurnum sjálfum. Það er mynd af staurnum sjálfum. Með merki. Á staurinn sjálfan er búið að grafa merkið. Já. Ég veit það, ég tók eftir því sáðan í annarskipti. Þetta er æði horror. Þetta er æði horror. Kannski er hryllilegasti hryllingurinn sem við getum lent í og upplifað er kannski einmitt allt í hennu röngu við okkur í einhverjum aðstæðum sem er búið að koma okkur í og allan tíman erum við búin að sjá rauðuljósin út allt. Það er búið að vara okkur við. Þá vorum bara við sem hlustuðum ekki. Og bestu horrormyndirna nefnilega veita þér þessi verðlun þegar þú horfir að það aftur að þá fattar það, ok, fuck þessi karakter er á leið til glötunar og er ekki að kveikja því döðdæmdur. Já, þrátt fyrir öll teikna lofti, sko. Ég held að þetta sé hryllilegasti hryllingurinn. Já, ég er sammálaði. Svona í lokin, þá verður ég að spyrja þig, áttu upp á hryllingsmynd? Allra tíma? Já, þú mátt bara velja eina. Ég myndi segja Wickerman og það er einmitt ástæðan fyrir því að ég var þegar vonbrigðum með Midsommar. Málið er að það er búið að gera mynd sem heitir Wickerman og hann klikkaði í Midsommar einmitt á þessum sóper eðlilegu viðbröðum. Ég var í bíónu á Midsommar og já, það er sem sagt annað rúst sem sagt í gangi, þú veist einhverja manneski sem hoppa fram að kletti og lenda á andlitinu og rústa því og kvöldið fylgist með og með húrrahrópum og klöppum og fagnar. Undir þessum kringumstæðum myndi ég drulla mér burt strax, sko. Já, það myndi sjást í iljar mér og eða ég myndi leita einhverja leiða til þess að komast út. En nei, það snýr sér við einhver kona úr söfnuðinum, snýr sér að krökkunum og segir please, let me explain. Þessi mynd kolféll þarna með þessu atriði. Hver í helvítinu myndi stalda kjur við hliðin á face-rústi og segja, já, ég ætla að hlusta á þínar útskýringar, go. Því svo er ég alveg örugglega 1,5 tíma eftir að myndinni. Já, þetta var ekki gott, sko. Hann klikkar þarna, sko. Varstu þér miklu vonbrigði með hana? Út af þessu atriði, já. Þau hefði ekki, ég held að það hefði verið eðrilegra eftir face-rúst atriðið, þá eru þau bara tekin höndum og kidnapped. Já. Og bara haldið þarna þið eru potential fórnarlömb og þið eru næst í því hefði hryllingurinn verið fólkin. Já, í sammálaðir.
að ég hefði fílað það ef þið hefði verið fórnarlömb í biðstöðu og þá ertu komið með líka bara skemmtilegra plott, hvernig kemst ég út þú veist heyrðu, það er þessi gaur það er útgönguleið hér, reynum þú veist, og þá getur þú búið hryllingsatri úr því það sem þið reyna að komast út og síðan tekst það ekki og við hefum keypt það við hefum keypt það miklu frekar já, heldur en bara þau horfa á ég man eftir satri og maður bara svona okkur eru ekki meira freaked out, skilur alltaf bara að vera það var mjög hallarslegt ég er svolítið sammála en ég málið er að Wicker Man er uppáhalds bíómyndi mín í heiminum horror af því þú getur ekki alveg fest fingur á það hvernig myndið þetta er býtu, er þetta horrormynd? Er þetta leynilöggu eitthvað? Er hún er sérstök þetta hérna dans- og söngamynd? Nei, býtu, þetta er mynd költ og síðasta korterið af þessari mynd er vissulega hryllilegt, já, hræðilegt mannfórnunar atriði hana en það vill svo til að það eru sungin 10 lög í þessari mynd já, það er nokkur þetta er musical ég á soundtrackið úr þessari mynd á vínilplötu, það eru 10 lög samin og sungin og flutt sérstaklega fyrir þessa mynd fannst þér hann gera bara Wicker Man mynd? Já það eru heldur svipar þegar þú segir það sko já. Það er líka eitthvað svona brendur eitthvað þetta var, sko, ég gæti alveg fyrirgjóðum í Hereditary af því það eru mörg Hereditary dansar með Rosemary's Baby það er allt í lagi að gera mynd sem heitir Midsommar og láta hann að dansa með Wicker Man en fyrir okkur hinn sem höfum séð Wicker Man þá þarf það að koma með sober viðbrögð þú getur ekki komið með please, let me explain nei, þú þarf ekki að útskýra neitt fyrir mér ég veit alveg hvernig þetta költ virkar fuck this ef ekki bara láta þetta að loka orðin fuck this, mjög góð loka orð í bíóblæðri takk kærlega fyrir að koma ég ætla að vona, heyrðu, hérna á ekki bara að fara að taka fólk í sálfræðitíma á ég ekki að hérna vera með podcast er ekki bara góð hugmynd fyrir podcast ég bara verð Dr. Love aftur en þá þurfti ég Dr. Love virkaði með áhorfendum nefnilega Dr. Love gekk út á það að fólk hringdi inn þetta var útvarpsþáttur ekki? Já, ég man þessu fólk hringdi inn og í samtalinu, það skipti engum máli hvað samtalið var langt, hvort það var í hálftími, 3 kortum, ég var alveg sama í samtalinu fundum við lausn þú veist, þetta var ekki bara kæri póstur, eitthvað bréf, sendibréf ég er skotin í X var þetta ekta? Já þetta var ekkert fake? Og engin filter, ég var ekki með neitt aðstofamann sem filteraði símtölin þannig að þegar það kom einhver fíbl inn þá bara, gaman, þá þú bara fíbl já, bless, næsti Dr. Love, ég man eftir þessu maður ég held ég sé nefnilega til í þetta ég er allir að gera eitthvað podcast allir að gera podcast en ég er það að vera með svona símatíma eða ekki bara, einhvern tíman að degi til þú veist að fólk má hringja milli 1 og 4 og ég er bara við síman og síðan vinn ég þáttin og það er podcastið en þá þarf fólk að þora að hringja fólk þori því alveg bara Dr. Love podcast vil ég stila á það? Takk hérlega fyrir að koma takk sjáumst næst í Dr. Love Takk hérlega fyrir að hlusta á þáttum minn eða horfa á hann og eins og kannski gera ykkur grein fyrir þá er mikil vinna að gera svona þætti og ég vil endilega halda þessu áfram og gera flotta þætti og fleiri og þið getið hjálp mér að stækka hana þátt með því að íta á subscribe á YouTube eða follow Spotify eða Apple Podcasts svo er ég líka á Instagram og Facebook endilega fylgjum við það líka